Lars, 2 töp núna í glugga, ekki stór, en samt sem aður, 2 töp. Hvað er að gerast hjá okkur eins og hér í kvöld? Ég held við lögum bara allt í sölurnar, en þeir eru með höllina með sér og greiðarlega góða mannskap. Við byrjum hrikalega sterkt og fyrir hálfleikur var mjög góður. Okkar besti maður, besti sóknarmaður lendir í villum vandræðum. Hann er Martin út halvan leikinn, þannig að hafa svolítið svona þungt, svolítið sóknarlega hjá okkur. Svo bara erfitt að matcha upp á móti markaninn sem er bara heimsklassa sóknarmaður. Þannig að hafa svona... Þetta er erfitt að ekki lett að eiga við Sjöfell sem getur skotið? Nei, þetta er bara að það er ástæða fyrir hans NBA-kaliber, þannig að það var bara mjög erfitt að matcha upp á móti en við börjumst svakalega vel að mér fannst. Haukur, Kristó, Hlynur, þeir gerðu mjög vel á hann fannst mér, gerði hann erfitt fyrir, hann fekk nokkur snópi lúkir hraðaplöpi þegar við glemdum okkur aðeins en ég held að þetta var svona, þetta hefði getið dottið báðið megin, hefði að halda þetta aðeins lengur út og svona hafið það jafnara fram í fjórðuleik líka. Tekur við undankeppni fyrir undankeppnina á Evrópumótinu 2021 svolítið langt. Hvernig líst þér á það? Næst svona? Það er góð við að við erum með ungan hóp og við ætlum bara að halda áfram að bæta okkur. Það eru klárlega ljósir punktar í þessu hjá okkur og við ætlum bara að byggja ofan á þá reynslu sem við fengjum undanfarin ár. Bara að halda áfram eins og ég segja bæta ofan og leika okkar allra og reyna að koma okkur aftur á þann stall sem við höfum verið á. Þetta er smá svona bump í okkar farvegi en við verðum bara að rífa okkur upp aftur og við fullum trúi ekki á það. Alltaf ákveðin kynslóðaskipti í gangi sem að þú persónulega ert stór hluti af. Hvernig finnst þér þú að koma inn í hópinn og leikinn? Bara fínt sko, ég er náttúrulega búinn að vera í þessum hópi ykkur síðan 2013 held ég að ég byrjaði, þannig að búinn að vera í kringum þessi strákar lengi en svona kannski hlutverki aðeins að stækka. Mér líst náttúrulega mjög vel á það, ég er náttúrulega í þessu til þess og ég held að ég sé alveg tilbúinn í það, bara svona eins og ég byggja jafnt og þétt von á minn leik og reyna svona venjast þessu leveli. Því meira sem að venst svona hraðunum og svona kraftnum því betra gerir maður held ég.